blessu. Hvað hlustar þau? Ég bara var að byrja á þessu. Jó. Þessu hvernig? Já, byrja bara. Kemur einhvern á slaginu. Það er ekki. Herru, já, við ætlum að byrja á þessu bara. Gaman að fá Friðrik hérna. Deila þessari góð stund. Við ætlum að, já, svona fara yfir ýmislegt, tengt ferlinu eða ekki? Jú, það er víst meiningin. Bara eins og ég sagði þér á það, ég veit eiginlega ekkert hvað ég á að tala um. Það kemur bara í ljós. Það kemur í ljós. Og að gera bara með spurningar að vera duglegir að láta í sér heyra. Já, þetta verður allavega ekki fyrirlestur, sko. Þetta verður bara svona rapp. Ég vona að þið takið þátt eins og ykkur listir, því að það er að gera að hafa umræður hlutina. Og hérna, mér dettur þá fyrst í huga að Gauti, hann var að biðja hérna einhverjar uppástungur byrjanir og mér datt þá í huga að ég hef svolítið verið að kíkja hérna svona á bakvið stúdera og það er ein byrjun sem að ég hef dálítið verið að kíkja á undanfarið. Kemur þetta sjálf? Já, ég fylgir þér brættir. Það er í Sigurlega vörn. Ég hef svolítið verið að tefla það. Ég teldi þetta fyrir 2 árum síðan í hérna hraðskáku í Jón L. Árnason. Ég veit ekki hvort þið kannast við þetta afbrigði með C3. Já, það er nú fyrr, sko, það er án hérna Riddar F3. Það er öll ekki gegn D6 að þið ætlum að leika Riddar F6 hér og þá er Já, það já. að leika í F5. En þá legg ég bara biskup B2. Ætlar að drepa á F4. Það er ekki Jóni P. þarna. Hvað sér þau? Þetta er mikið agn sem... Já, það myndir einhverju detti í þetta, það er það ekki. En þá náttúrulega býst ég nú við að flestir myndu leika Riddara C6 sem að Jón gerði á móti mér í hraðskák sem við teldum í. Það var hjá honum Magga Péturs hérna í búðinni hjá honum. Það er ammælismót Magga. Já. Já. Það var 2 ár síðan, þetta var 5 mínútna skákir. Þá lék ég D4. Þetta er dettið núna borðið pinn á D5 á E4. Já, rétt hjá þér. En Jón, hann drap hérna á D4. Ég drap aftur á D4 og þá drap hann á E4. Það hefur aldrei séð þetta áður. Jú, þetta er ekki svolítið hvítið fórnan okkur peðum, þetta kasta afbröðið ekki? Jú, og ég legg D5. Þannig að ef hann leikur Riddar á munda þá kemur drottning A4. Svo hann skákaði hérna á A5. Og ég legg Riddar á C3. Og nú er náttúrulega tvennt til, það er annarkvort að drepa hérna á C3. Að leika Riddarum burtu. Það er einn dálítið skemmtileg brella hérna í þessu afbrigði, Riddar E5, Riddar E5, Riddar C3. Hvað myndu þið leggja til? Hvítur á leik sem að vinna mann. Riddar C3. Við munum setja þetta í landi í þessu. Það kennst ekki Riddarinn út. En Jón drap hérna C3 og ég drap aftur.
Við erum alltaf aðtöku að þetta er 5 minútna skák, svoleiðis að það gefst nú ekki mikið tími til að hugsa. En, Það setja fyrir á D2, er það ekki bara glata að hann tekur upp D5? sko ef það drepa hérna þá vinnur hvítur mann. Var það ekki það sem myndir? Nei, ég meina áður, staðin fyrir undir C3 að blokka á G5. Hérna. Hvað meinar? Já, blokkar á D2 er náttúrulega Bara tökum D5 penningur. það er kannski full mikið af þetta. Já, það er bara... Nei, þetta er náttúrulega... Jú, þú meintir svona. Nei, já, Nei. bara í staðin fyrir undir C3 sko. Já, Það sérstu en þá dreipur það hérna. Það er, já. Jú, þessi staðar sem er á skjánum, hérna. Já, hann hefur leikið sitt borðið fyrir. og ég drap hérna á C3 og þá má ekki drottningi drepa því að þá kemur biskup D2 og riddarinn fellur. Og nú fór Jón hingað. Treystir á það að staðan haldi. Það er náttúrulega hægt að fara líka hingað en hún hefur sennilega ekki litst á það. Og þá við sjáum náttúrulega strax að hvítur hann er talsvert mikið frumkvæði. Ég fer nú bara fljótt yfir þetta sko því að riddari F6 og biskup G5. Nú ef drottningi drepa D5 þá vinnur hvítur mann með því að drepa F6. En Jón hann var ótrúður, hann bara hélt áfram að drepa. Treysti það varnarna haldi. Og þá fór ég biskup hingað til C4. Það var ekki alltaf svoleiðis í gamla daga að menn þurfti áttu að taka fórnunum. Já, hann treysti hann ekki til að taka C5 en það tapar það manni sko. Svo hann fór hingað. Þetta er nú orðið talsvert góð staða á hvít. En mér tókst nú að tapa þessu samt. Þetta er nú bara svona til að gefa ykkur hugmynd hvernig þetta gengur fyrir sig. En Hvað kom eftir rógrafi? já, ég hef nú ekki skrifað það niður. E6, nei. Fyrir ekki, þetta var vitlaust hjá mér. Hérna. Já, eftir í drafsa sem við komum með hróku B1. Já. Hérna kom hróku B1 A6. Þetta komið rétt. Já. Já, ég Þá- vikslaði leikjum hérna sko. Á A6 og þá biskup G5 og þá drap hann. Afsakið, biskupina hérna. Og þá kom C4 og það er C4. Þá kom hrókur einn. Svona er rétt röð. Ég skrifaði þetta upp eftir minni sko. Löng eftir að skákja var telt. Og hvað með E6 eftir biskup C4? Hvað með hvað sér þú? Hvað er E6 eftir biskup C4? Já, þetta verður nú alltaf hættulegt, eða ekki? Það hóta ég bara að vinna manninn. Það var sannlega bara bak á C7 og það komið í sögum stöðum að Já, þinga að leggja E6. ég fór núna hingað sko. Sko, þú voru að opna samt smá fyrir salta biskupi. Já, hann kemst nú ekki svo glatt út sko. Það fór á E6. Þá fór ég hingað. Sko,
Þetta er náttúrulega ekki langur tími sem maður hefur til að hugsa. Ég hefði líka getað leikið hrók B6. Ég reynilega hóta að drepa hérna með hróknum. Ég fór nú hingað. F6 og þá fór ég hingað. Það má alveg koma hingað að vill sko. Ég myndi bara fórna. Var ekki hægt að taka á F6 kannski? Jú, það kom til greina en það er ekki alveg ljóst. Kannski svona andar stöðunar eitthvað? Já, það er margir andar í henni. Drepa svona sko og hingað. Og ég tek að hrók 7. Já, hrókur G7. Biskup G6. Og drepar það bara. Já. Það er spurning sko, þetta er dálítið, Það sé þetta er dálítið óljóst. Já. Mér fannst það alveg óþarfi sko að alveg D5. Sko, það er margir leikir til í þessu sem að vinna sko, þessi henni, já, hann var samt ekki alveg klart. Ég kaus nú að drepa hérna og hérna og ég hingað, ég drap hér og hóta ég þessu, það getur ekki hrókað. Það var að fara hingað. Hrókur er 1. Nei, fyrir ekki. Tróði D7 fyrir ekki. Og riddari D4. Og nú tókst mér að leika mér. Er allt verið með hvítan hér? Já, já. Fyrir ekki það. Það leik hrók C8 fyrir ekki það. Og þá skákaði ég. Kongur ekki það. Og nú gerði ég vill svona, sko, ég fráskákaði svona. Þá gat hann borið fyrir. Og þetta, ég gat ekki bjargað þessu, sko. En ef ég bara einfallega farið hingað. Eða hingað. Ég er þetta svartan að leika. Það er mjög erfitt. En þetta var nú bara svona hugmynd, sko. Fyrir Gauta. Ég glemdi því nú alveg hérna að minnast á það að ef ykkur langar til að nefna einhver atriði þarna í bókunum sem eru nýkomnar út, eitthvað sem vilja fræðast frekar þá er alveg velkomið að svara því. Ykkur dettur eitthvað í hug? Þetta er líka eitt í hug,
á Facebook þar sem við það náttúrulega fram það var einhver sem mann ekki var en einhver skákmaður sem var að velta umhverfið í af hverju ekki verið fjallað í bókinni þar helga ekki fyrsta Hestingsmótið sem fórst á og fjallað er að skönst að það er auðvitað annar Já, þá... og þessum fannst þetta að vera svona einhver mjóður eða vanta á því. Já, þetta var náttúrulega sterkt og öflugt mót, sko. Ég held að þetta bara verið fljótfærni, sko. Já, þetta ekki verið svona meðvitað hugsun að... Ég skil þá ekki rögginn, sko. Nei. En það... Hastings fyrsta móti? Og það sagt frá Sko, það var... annar móti mikið? Já, ég fórst þarna í Það var rétt minnst á fyrsta. Þú fórst ekki í hvernig var það? Fórst ekki í einhverja bátaferði eða eitthvað til að komast á fyrsta móti þarna í... Nei, það var nú unglingamót. Unglingamót, já. 1900. Heimsmeistaramótið. Hvað er best? En ég teldi fyrst í Hastings 1953-54. Það var fyrsta mótið. Og það var mót sem Bronstein vann. Spurningin frá netinu. Gisti Friðrik í fangaklefi Hastings af því að það var hvergi hægt að fá gistingu. Er það rétt? Já, ég... Það er Jón Viktor. Endur á netinu að... En það var einu gististaður sem var sko hægt að fá í Hastings þannig á þessum degi. Fangaklefi? Þetta er náttúrulega mikil hátíðardagur í Englandi. Boxing Day. Já. Hvernig sástu í fangaklefanum? Frekar illa. Við vorum reynda tveir sko, ég og Ingar Jóhansson. Og við fengum báðir kvef sko. Við drullu kvefaðir. Ég var á hóstandi því ég var að tefla fyrstu skákina. En tókst nú samt að vinna hann af Taimanov. Ég held ég hafi verið dálítið fúll sko. En þetta var alltaf sögulegt. En þetta fyrsta móti var unnið af Bronstein, David Bronstein, sem er nú talinn besti skákmaður á Úkraínu í sögunni. Hann var Úkraínumaður? Já. Og ég sá þarna daginn á tölvunni að það var svona búin til listi yfir bestu skákmenn Úkraínu frá upphafi og þar var hann talinn nummer 1. Svo kom Taimanov og svo var Stein og svona. Það var ýmsir þarna sem maður vissi hreinlega ekki að voru frá Úkraínu sko. Ég hafði ekki alveg gert mig grein fyrir því. En spilaði hann alltaf undir úkraínska fána? Bronstein? Nei. Því að Úkraína var sko eiginlega innlimur í Rússland. Og var það alveg til 1991. Hann hefur líklega ekki telt eftir fallið eða eitthvað. Nei. Bronstein? Já. Nei. En ég ætla nú eiginlega að tala svolítið Bronstein í sambandi við Kongsindverja því að það var nú ákaflega hugmyndaríkur skákmaður og snjall. Sennilega einhver sá snjallasti sem að ég hef kynst og ég man að svona fyrstu skákirna ég átti alltaf miklu vandræði með hann því að ég skildi ekki algjörlega hvernig hann teldi og hvernig hann hugsaði. Svo bara vaknaði upp við það allt í einu og ég var bara búinn með skítastöðu og hafði ekki alveg svona, skildi ekki alveg hvernig ég fór að því sko. En hann var ansi naskur svona við að finna svona fína leiki sem maður skildi ekki almennilega. Já, er hann ekki talin svona einn af
frumkvöðlunum í varandi kóngsveldina. Jú. Fundið fyrstur í margar hugmyndir. Það var nú eiginlega tvær skákir sem hafði mikið áhrif á mig og kenndi mér mikið. Það var skákir sem hann teldi 1946, báðar í þessari vörn. Og ég ætla nú aðeins að leyfa ykkur að sjá þær. Hver var andstæðingurinn, mástu það? Það voru Pacman, Með hennar líka. er það? Já. Er hún hér? Er hún hérna í? Veit ekki. Það var nú eiginlega eftir að ég fór að stúdera þessar skákir að ég fór að skilja svona kóngsveitir svona innviðina og hvernig bæri að haga taktíkinni. Og hann kemur hérna með alveg nýja hugsun inn í kóngsindversku vatnina sem í uppskiptaafbrigðinu. Aðeins að fara yfir þetta. Já, komið. Ok. Svo tókst mér nú hérna 3 áratugum seinna að tefla skák svona með svipuðu sniði eins og þessa á móti Guðmundi Sigurðarsyni 1980 í Helgar skákmóti. Kannski sýna ykkur hana á eftir. Þetta er sér. Það ekki? Þessi staðsetning biskupsins, hún er náttúrulega ekki góð þarna. Reyna á hann að vera hér frekar. En þá til að fara hingað þá þyrfti hann eiginlega að valda peði svona. Við sjáum það betur á eftir hvernig þetta gengur fyrir sig. Ég var búinn að segja það, þetta er skákin við Pacman, hún var að telt 1946. Ég er ekki frá því að ég haf fengið einhvern nákvæmlega þessa stöðu bara daginn í Selfossi með hvítu Nú. Og það var það sem ég lærði eftir skákina í áhafabiskunum á Efru og hann fór með þess að ég þetta rittar eftir þessi. Þú varst aðeins, þú varst að segja það, ætti heima eftir það árið, þú varst eftir þessu. Svo vorum við æfingarinn einnig og ég var mjög óánægður að leikja biskup Pétur. Lítur út rosalega vinnulegu leikur en biskup ná bara að vera við því vísu. Já, en þetta kostar náttúrulega vísu að kannski þú verður að leika F3. Já, verður að leika F3.
Það er nú betur að vera laus við það. Það er viss veiking, sko. Algjörlega. Það er málið. Ég held að Þú er ekki verið búin að stúdera Bránstað þá. það er vandaði þetta í mig hann, sko. En af hverju er svona slæmt að setja hann á P2 og kannski kemur ljós? Já, Kannski hann er ekki sko jafn virkur gagnvart miðborðinu, sko. Svo það, hann hangir allur þessi maður líka. Ég held að sé líka akkurat út af ástæðan á leifir frá B6 í þessu miklu öðvöldar um biskupuna á Já, þeirri lífið. Það er svo mikið vesen núna við D4 og Hún er svo frjáls eitthvað. ja. þetta er alveg klúðuslegt, sko, að þurfa að fara að valda peði, sko. Já, Eftir að búin fremur ekki að eftir leika að klúbb. fara á sér. Já. Ég þurfti akkurat að gera eitthvað svoleiðis líka. Já, þú er bara telt eins og Pac-Man. Það er ekki hvort það sé hrós eða ekki. Eða, annars er sko Bronstan, hann er svona, hann hafði svo rosalegt innsæi. Það var eins og útskýra fyrir mig hvernig hann hugsaði. Það var eiginlega ekki svo auðvelt að skilja það. Það verður að pota þarna megin, sko. Hann er með báða vængina, sko, undir. Annars var þetta skák. Þetta er rétt. Já, þetta er eiginlega svolítið losaralega telt. Það teikar ekki einu svona á hænum. Hann tekur á B3 eða... Það var hrókurinn af svona. Já, hann tekur hrókinu út af, það er allast. Er ekki svartur að hóta fiskvöldleikur háþrýtt? Eða hann leik? Jú, meðan annars. Þessi líka, sko. Já, hann lék hingað, sko. Hrókur A2 er mér. Þetta er Já, fyrir ekki það. Hrókur að tveir. Já, þetta er náttúrulega alveg. komið 2 mann fyrir hrókin. Ekki horfandi á þetta lengur. Svo var hinn skákin móti Sita, hún telt í sama móti. Og hún er svona svipaða leið, sko. Hann plasserar biskupinn á A1, þessi málstöðum var hans í þeirri skák. Og það er það sama, sko, temað. Fórnað hann á A1 og... En ég ætla alveg framhald þessu að ég lærði nú dálítið af þessum skákum. Og þegar ég notaði það í skákamóti Guðmundi Sigurjónssyni. Svo maður svona sitt hvað lært af.
Þetta var hvað, helgamóti 1980 Keflavík, var ekki? Jú. Guðmundur, hann var nú vel inn í þessari byrjun, sko. Við hafum nú telt marga skákir og vorum farin að þekkja vel hver annan. Út með svartalar náttúrulega. Já, já. Alltaf tefla þessu brostan, eða ekki? Fyrir ekki í víxlaða leikjum, það skiptir ekki máli. Og einum á flótinn á mér. Hérna. Og svo aftur... Var ekki dróning sétur? Jú. Já. Í staðin fyrir þetta sétur það, þetta verið? Nei. Jú, Yes. ekki svona. Ég er ekki C6 eða nei, tólkning C2, C6, Svona. E4, E5, rókur D1. Ég er nú sjálfur telt þetta svo oft á hvítt, sko, að ég var með annars ágætt að skáka við Resevski einu sinni í þessu afbrigði. Í hérna Los Angeles 1963 og þannig að ég þekkti þetta eiginlega frá báðum hliðum. Þetta er C3, rókur í 8. Já, dróning Esju fyrst, svo þurftum. Hvað sér þau? Ekki dróning Esju sem vantar. Já. Dróning Esju er þetta sétur rókar á það. Við setjum svolítið press á þetta pið. Það kemur nú alltaf til greina að fara að loka þessu, sko. Ég teldi svona einu svona móti Vasjökov og fekk nú lítið út úr því. Það lokast alveg. Það er ekki sniðugt, sko, að vera að sitja á hrókinu á D1 og loka svo linni. En, það kom hrók upp í 1 og A5, B3, Það var mjög svipuð stöðutýpa á skákinu brostan á hann. nema hann er ekki búinn að plassera þennan, sko. Já. Var það svona sem þú teldir? Nei. Já, þú varst búinn að plassera hann á B2. Já, það kom líka úr. Hálfgerð filitur, já. Ég teldi gegn Branko Damjanovic, eitthvað stórmeistar frá Serbíu. Já, þess. Ég bara á eitthvað svona og ég með svo að tapa þeirri skák. Meira að segja. Var ágæst að diskum og betur. Lærdum það. Tópum. Þessi H5-leikur, hann var í þessu líka skákinn á hann, ekki? Jú. En nú er hérna vísað í skák sem var telt í Linares 1991
Það virðist vera sem að Kasparov hefur hermt hérna eftir mér. Salof Kasparov. Salof Kasparov. Maður lítur að vera nokkuð stoltur með það. En Salof, hann vildi nú ekki leyfa sko H4 og hann lék H4 sjálfur. Og framhaldið af þessu varð bara kíkja aðeins á hana, biskup D7 og kom biskup E3, það stendur nú betur þarna, það var rétt. Þetta er sko betur á. A4 B4, hann opnast ekki staða þarna Drottningarveginn. En hérna leikur Kasparov sennilega vitlaust. Hann drap hérna en hefði átt að drepa hér og fá biskup. Það fyrir ekki það, já. Það er hingað, það sé ekki. En nú drapa hérna D5 en hefði átt að drepa hérna. Kasparov. Svona. Og hinn að skipta á hann. Vistu Kasparov að þessu? Já. Og það er með riddara eða þá kannski taktík. Það drepa hún eftir Það er svona eftir þeimur. Svona geta henni miklu meistarar líka. Voru á í messunni. En Rittarinn er konar að síðan með FM. hvað sér þau? Hvar var þessi skákar þetta? Og svo það var helgamóti í Keflavík 1980. Varst þú ekki þar? Jú, já. Já. Næst ekki eftir þetta? Ég man að ég áttaði Helga og Margin. Hvað sér þau? Ég man Helga og Margin í móti. Já, teltur við þá? Þannig að Salof leik H4 en Guðmundur, hann leiði Það leiða. og líka hann var ekki B4 í 17. lag. Síðan 2 rittari A3 og H5 og B4, já. Þetta er náttúrulega sko tvíbent vegna þess að þetta opnar línuna fyrir hrókin og sennilega verið óþarfi fyrir hann missast að bíða þá eftir betra tækifæri sko. En það er eitt í þessu sko að með því að reka hann að rippar í burtu þá er hann líka að veikja sjálfan sig þarna á Drottningaveginum. Hann veikir þarna penin á C4 sko. Og það er þetta sem ég líka tefla upp á að veiki sko sína eigin stöðum leið á þannig að rekja burt mína menn. Það er dottið út hérna á þríleikurinn.
Nei, það er F4 núna, ekki? F4 er G4 og H3. Það var ekki. Biskupinn er á C. Það var C, já, fyrir ekki. Nú var það, vill hann hrekja þennan maður burtu líka, sko. Og leið að gera þetta þá veikir hann til dæmis í F4-reitin. Þú vilt meina, já. Sko í stað fyrir að ég er að horfa með mennina tilbaka þá er hann búinn að veikja hérna þennan sérstaklega C4-piðið og líka E4-piðið. Þannig að í stað fyrir að ég er að svona fara fram og tilbaka með mennina þá er hann að veikja sína eigin stöðu og það kemur upp á móti. Eins og við sjáum kannski betur á eftir. Fyrir ég að pota í þetta pið. Það er... Hann byrjar að halda E4 og þá er C4 orðið vesen. Og nú kemur H4. Og hann er varla að leika G4, sko. Og þá kemur fram í skýringum að ég standist sjaldan svona freistingar þess að þarna er boðið upp á. Fljótur að þessu. Þetta er náttúrulega opin staða, sko. Og þessi hótun H3 og drottning H4, þetta er svolítið óþægilegt. Þannig að hann kýs að gefa skiptamenn tilbaka. Það er ekki H3. Biskup hérna niður. Og drottning H4. Þetta var að sjálfu sér óþarfu leikur því að ég hrekst tilbaka, sko, en ég var svona allavega að sjá hvernig hann brygðist við. Kóngur H2. Og drapi hérna. Þetta er svo sem má segja jöfn stað að því leit til að ég hef skiptamenn og 2 peð. 2 menn. Og nú er þessi riddari hérna til hjálpar. Fröken, má ég stinga upp á svo hérna bara með að taka upp D4 hérna? Jó, það... Og drottning E1? Já. Það var líka gott. Já. En þá hefði bara ekki komið svona skemmtileg leikflétt. Já. Það væri snildin ekki, sko. Hvað þeir eru? Það væri snildin ekki sérst, sko. Nei, þá hefði bara, sko, horfið. Þetta er snillir. Ef hann drepur þá drefnir drottningun og það er ekkert kem hérna niður og G3, sko, biskupi fellur. Hvað gerist þegar það tekur peðið bara? Hvernig heldur áfram? Hvaða peð? Hérna? Það skákur G4. Nei, ég meina eftir að drottningin komin á E4 skákar taka þá peðið. Konglum? Já. Ég vil bara drepið hérna.
Ef ég skáka hérna, við tekum með kónum, segir hann. Eftir að drepa FM. Drepa FM fyrst, drangilur. Og koma til að hafa þrjú. Þá var þessi af, Já. þá var hann af hérna C3, maðurinn. Og ég með, Já, þetta er tvö pef. og þetta dettur allt. Hvað sér þú? Hvað sér þú? Ég sagði þessi biskup á háinu fyllum ekki Já, nei, hann hann er góður svona til varnar. Já, hann ekki þessari Hann er biskup D4. Þess að leika hann ekki í Róku G. Ég fyrir ekki þau. Já, Hróku Geit, já. Kemur eftir nokkra leiki. Frá D7. Þá leik ég hingað. Ódæritar að gefa hjá skák. Já, það má ekki taka að þið voru að bera hrókin fyrir. Þá fer ég á G4. Já, akkurat á G4. Þú sér hann núna hvað hefði sko skeið ef ég farið í hinn variantin. Já, akkurat. Það fór D1, það ekki. Og þá kemur sennilega séð eftir að hafa opnað þarna meginn. Og þá hérna skákaði ég. Hann drap og ég drap. Og hann drefur biskupin, þá var þessi voni, sko. En hann ákvaði að gefa hrókinn hérna, skipta henni, hann sá ekki alveg hvernig hann gat haldið öllu gangandi, sko. Það er spurning náttúrulega. Það var gott að eiga að hafa alínu að hana. Já, þú hóttar bara að drepa H3, eða ekki? Þetta er ekki alveg bestu kallar í heim og kvítt, sko. Nei. Já, þetta eru veikleikarnir sem hann skapaði hana með því að rekja burtu rittarana mína. Nú hótaði ég náttúrulega að drepa hérna bara með hrók og H3.
segir það. Getur þá hóttur að skapa G3 og drepa G2. Drepa G2. Það var aftur að háa fyrst, ekki? Það gerði það, já. Það áttu búin að stilla upp þarna. Þetta eru okkar góðir hrókar. Já, fyrir hvít. Það skákaði hérna. Nei, ég fór nú hingað. Og þó gafst hann upp. Já, hann er leiklaus, tappa beskurinn. Ég hugsa ég hef aldrei telt svona en ef ég hef lært þetta af Brástæðum. Svona hvernig ætti að höndla með stöðuna. Það var skemmtilegt hvað hrókarnir voru að dansa þarna í hóttinni, mikið fram og tilbaka. Já. Einhvern veginn að liðast þannig Sko hvítur lagði mikla áherslu á að hrekja burtu rittarana, sko. Það er betur að láta það standa bara og hafa stöðuna sko þétta og örugga. En allir þessi veikleikar hérna og hérna, sko, það er þeir sem að gera úrslit og úrslitið áhrif. Já, það átt svolítið líka til gómsundir að svona ginna hvítan áfram svona, búið til veikleika. Já, já, þetta er náttúrulega svona, sko, kannski list í sjálfum sér að læra, sko, að hvernig á að framkalla veikleika, svona laða þá fram og lokka andstæðinginn til að leika svona leiki sem að skapa veikleika. Og þetta er náttúrulega hlutur sem að lærir ekki alveg svona strax. Það tekur tíma en þetta er svona hluti af skákinni sem að þarf að ná svona tökum á. Hvað er klukkan? Það er 20 mínútur yfir 8. Já. Varstu með einhverja fleiri skákir sem þú vildi skoða eða kannski að taka einhverja spurningar bara? Eða? Já, það er kannski alveg gott. Ef þið hafið einhverja spurningar þá er... Það er eitt, þegar ég var að skoða vesturinn fyrir mér, þá var alltaf að leika þennan fram og þú bakkar. Í miðtaflunum þegar hann hótar rittar frá C5, þá veldi fyrir mér að leikur ekki rittar til E6. Þá inn á F6. Já. Það er fyrst þess að geta ekki að leika rittar E6, en ég skildi ekki rittar aftur til T7, þú skilir það, þú ert bara beinleikins að bíða. Ég byrja að láta hann bara rekka. Það er rittar ekki lengur þingbúnir. Ég fór með hann á D7 til að geta leikið út B6. Já, til að sko ráðast á veikleikar á C4. Þú ert beinleikins að gera ekki neitt. Já, ég er bara lokkað svona. Það er ekki Pettersson kennti þetta líka. Gerði ekki að gera það vel. Já. Það getur sagt Pettersson. Já, það var alltaf slægur. Kristján, þetta gerir ekki neitt en það er ekki sama hvernig þú gerir það. Nei, það er skiljaðum, það gera ekki að gera það vel. Já, það má segja það. Maður spurði, ég veit hvort það sé aðeins spurning, en nú erum við búin að tefla við alla þessa kalla, Spassky, Grönstein, Smith og Pettersson, Peres. Já, ég er að spyrja þig hver er hittlaði mest, hver er bestur? Ekki Taka og Taka. Það er voðalega erfitt að dæma það. Það er hver góður á sinn hátt, sko. En mér gekk nú einna best, sko, með Smyslov. Smyslov. Það var eitthvað svona, eitthvað sem ég rakst alltaf á, svona, daldið á vegg. Hvernig stíl var hann með? Hvað sér hann með svona, já, posisjónstíl en daldið svona robust, svona
Það ekki rétt að hann var kallaður The Hand, höndina, því að hann svona var góða tilfinningu fyrir hvað hann ætti að leika alltaf. Jú, hann var líka dálítið sko þannig að maður átti að vita það sko, þetta var besti leikurinn. Sannfærandi. Svo tekur þau tal í 2 skákum þegar eiginlega mátar í borði. Smertilegt. Mann sem var að sjá hann. Já, hann hafði aldrei tíma til að sko gefa kongnum hérna útgöngur. Geta það út? Já, lofta út sko. Svo, já, hann bara sko, honum fannst það bara sko einhvern veginn óþarfi sko að vera að eyða leik í svoleiðis þegar það gæti gert svo fullt annað. Svo, þetta kom eiginlega fyrir tvígang sko, að hérna, að það varð honum að falli, að hafa ekki sko leikið sko einhvern leik sem að konginum færa og komast út. Svo ég vann þarna tvisvar, 2 skákir röð, það var annars vegar í 1971 í Moskvu og þar sem að, já, hann var vísubúinn að leika sko, hann var svart, búinn að leika sko byrjandi H6, að það var biskup hjá mér sem að passaði upp að það kemst ekki þangað sko. Ég fórnaði drottningunni og þetta var, held ég, talaði þetta sem versta afleik sem að tala hefur orðið á ævinni. Þú sýndir hann nú hérna fyrir nokkrum árum í skáksambandinu, fyrir næstu. Ég vann þarna í 71 í Las Palmas og, nei, hérna Moskvu. Svo vann ég á 78 held ég í hérna Las Palmas. Ég með stöðuna það, þú leist Rókur E4 hana og þá leika hann Rókur 7-8. Er það talað jafnvel sem versta afleikinn hans bara? Já, ég sé það. Svo hérna teldi ég við hann 1976. Nei, þetta verið 75 í Las Palmas þegar. Nú flottur að það. Bókardrottnum eða gaf hann þess að stöðu þetta? Gaf þetta dróttur upp að séða það? Sko, ég var hann að ganga salin, ég vildi ekki vera við borðið af því að það var alltaf mikið fyrir að svona reyna að sjá svona á andlega svipbrigðunum og ég var náttúrulega hræddur að geti lesið eitthvað í minn svip, þannig að ég var að ganga og horfa inn borðin sko. Og þá heyrði ég allt í einu salnum mikinn gný frá áhorfendum og þá vissi ég alveg hvað það skeið. Og leið og ég gekk að borðinu sko, þá horfði hann á mig með mjög svona starandi augnaráði eins og hann var þekktur fyrir. Svo settist ég og skrifaði leikinn hjá honum. Svo ætlaði ég að fara að drepa hérna með drottningunni og þá gafst hann upp. Hvað sér þú? Já, hann vildi fyrst sjá hvort að ég sæi sko leikinn. Og svo teldi ég við hann 1975. Já, 75. Svo teldi ég líka við hann í Vagansi 76. Og þá bauð hann með jafntefli eftir 20 leiki. Sagði, ég segi no more bait. Og ég sá úr því að leik þessu, þá sagði ég allt í lagi. Það var náttúrulega skemmtilegur sko. Já, svona húmor. En nú. Er
okkur þarna frá þessu tímabili sem að þér finnst þú að hann verið skyldast svona andlega sem skáknum? Já, maður náttúrulega kynntist þeim misjafnlega. Ég kynntist til þess mjög vel Spassky. Við teldum nú hérna, hann var hérna 1957 í stúdentamótinu og þá teldum nú 2 verðandi heimsmeistarar í því móti, Spassky og Tal. Og ég teldi í Moskvu 1959, þá teldi ég minningamóti Chigorin og það í því móti teldi bæði Spassky og Bronstan og ég kynntist þeim mjög vel. Ég var eiginlega svona þeir sem ég kynntist best af Rússunum sko. Og Bronstan, hann var mjög gestrisinn og ég man eftir því að eitt kvöld, þetta var frídagur daginn eftir, á bauðan upp á smá veislu þarna í herberginu, í hótelinu og þar var svona matarfangað, það var íslenski gaflarbitar og drukkið alltaf vodka með. En svo fannst mér það svo kyndugt að þegar hérna, við vorum að tala saman og þeir voru að segja mér svona frá lífinu í Moskvu og Rússlandi, þegar var nú ekki allt svona ánægjulegt að þeirra mati. Það gætti hérna Bronstan þess alltaf að hafa vatnið hérna, kranan í vaskinum í baðinu. Þá fór ég að skilja betur svona ástandið þannig. En ég veit ekki sko, ég veit ekki hvort ég get svarað spurningu en það ýmsir sem skákmaður. Já, það ekki gott að segja. Það hafa nú allir sinn skákstíl. Ég var nú svolítið hérna, þegar ég var ungur þá hafði ég mjög mikið álit á Capablanca að reynda að temja mér hans hugsanagang, svona hreinan og beinan stíl, einfaldan. En svo svona voru ég nú að breyta til þegar ég kynntist betur öðrum skákmönnum og þá fór ég að breyta stílnum dálítið í að vera aggressífur sko. Að vera hérna sóknarskákmaður. Og mér til dæmis mjög hugstað fyrsta skákin hérna í bókinu minni frá 76 sem við teldi þegar ég var 15 ára. Þá það komið fram sko minn stíll dálítið að svona aðeins að kíkja á hana. Þetta er afmælismót Toppfélags Hafnarfjarðar og mótstöðumaður minn er Bjarni Magnússon. Þetta var nú sterkur skákmaður á þeim tíma og hann er með hvítt í þessari stöðu skák. En nú leikur hann alltaf leik sem að menn myndi nú svona alveg rífa hárið á sér, sko. Hann leikur F4. Myndi þetta í hug? Ég ekki þetta, það var náttúrulega bara, það veit ég ekki hvað, sko. Ef ég get þetta ekki á góðberg, þá er hvað? Það er ekki trú. Það var ég. En var það dýrkað tíma kannski?
Ég veit ekki sko, það hugsanlegt að hann hafi bara alltaf að koma með fyrir F5 sem var náttúrulega leikur í Kópavogsveitar. Getur hún bara leikið í samt bara eða? Það leikur við. Ég kaust að leysa þetta öðruvísi með C5. Og hann leik D5. Það er nú ekki gott að leika B3. Það er því að það opnaði hérna á hrókinn. Svo hann leikur drottning D3 og E6. Nú leik ég C4. Ég er aldrei hreykinn af því að næsti leikurinn minn, hann er algjörlega frumsaminn hérna við borðið sko. Drap hérna. Ég er nú afkaflega hreykinn af því að hafa fórnað svona þing. 15 ára gamall. Þóru sannlega gert eitthvað svipað. Hann draf svona. Hann hefði getað náttúrulega dreif með riddara sko. Það fá að taka á E4 eða? Hvað sér þau? Það fá að taka á E4 eða hvað riddari dreifur til? Nei, ég dreif bara aftur. Það dreifur aftur bara. Það opnast allt. Já, skák og E8 og passa hrókiki og svona. Hróksi, já. Biskup D3 getur komið líka. Svo það getur náttúrulega dreifið svona sko. Skákaði hérna. Og riddari E3. Við vinna allavega peð, það ekki? En hann kaust að drepa strax. Skákinn. Og nú hvort er betra. Þetta gengur allt upp. Þetta er ekki góð víkslun hjá honum. Kóngurinn ætti að vera að gefa henni með dronninum D2 sko. Já, það er líka eins og það er búið fyrst random hjá mig. En nú er hann svo þreyttur á þessu. Já, hann lék sig bara í mát. Já. Það þurfti ekki að gefa það sko. En svo hérna teldi ég svipaðskák í Hastings 1953 og þá kemur alveg sama leikflétta móti Wade. Hastings 1953. Á móti hverju? Robert Wade. Ég hefði rúlað yfir hann sko. Það gáði lengra. Já, þarna var ég sko alveg búinn að skipta gír sko yfir í sko að vera aggressífur. Ég var svolítið svona passífur, svona fram að 15 ára aldri.
Voru einhverju sérstakir skáknum sem þú manst eftir sem að kannski svona fenguðu til að skipta? Já, ég held að ég hafi farið að stúdera svolítið Algeking sko, og Keres. Já. Það gerði muninn. Svona aðeins meiri dýnamík heldur en hjá Capablanca. Hvernig, ég meina, á þessum tíma, hvernig náðu þér í skákbækur? Hvernig varstu þér út um bækur? Svona, þau ætlaði á grænska bækur Íslands? Það var nú ein bókabúð hérna í bænum, Sigurður. Var að selja erlenda bækur um skákbækur? Já, en það var nú bara með höpp og glökkum og þær komu sko. Og ég held að fyrsta bókin sem ég keypti var Capablanca, sem ég fekk þar sko. En svo er svo heppinn að móðurbróður minn, hann var stýrimaður á Tröllavansi, við sigldu New York. Og hann keypti þar alltaf Chess Review fyrir mig. Þannig að ég var eiginlega meiri sko, hvað var að segja, hérna, vissi meira hvað var að skýja í skákheiminu en kannski menn almennt hérna á Íslandi. Gat fylgst með. Þessi kom ekki. Nú fyrir ekki það. Það var að koma það, já. DFM, já. Já, menn eru að tefla þetta svolítið að hlýna kvitt, ekki? Já. Nú var það? Ég vissi það ekki. Ekki svona. Ekki svona, nei. Við erum mikið að reyna að ná að leika sko G4 í eða öllum stöðum sko. Þegar við erum að stoppa eftir og vantar eitthvað. Þá fór ég sko hingað. Já, G4 er reyndar með G3 og... Það viljum að stoppa þetta náttúrulega. Ég var nú ekkert að reyna að sælast eftir þessu peði sko. Það var nú meira baki. Hann var alltaf að reyna að losna við þennan sko. Á þess að leika G4. Nú fyrir ekki það. Já, komum breytur á H4 núna. Það liggur þetta H4 núna. Nú fyrir 8. Það er strókur út og, já, og svo er þetta byrjir. Já. Nú loksins gat hann leika G4. Og ég leik C6. Sko nú hérna, ég skil ekki næsta leik sem var G5. Því að það er alltaf alveg klart mál sko ef ég fara hingað þá drepur hann þetta og leikum G6 og ég er náttúrulega gjört tapaður. Þannig það er greinlegt að hún hafi ekki dottið í hug sko. Það var ekki dottið í hug að ég myndi fórna mannum á G5. Þetta er allir söpka fórna eins og hinn í skákinni. Þú skast bara D5 hér og bara... Hvað þér við? Þú tókst bara D5 hérna og hlust staðan bara. Já, ég mundi eftir skákina þannig að ég hafna fyrir því. Sko, ef maður bara lítur svona raunsætt á þetta, sko þá er þessi maður búinn að dæma sig alveg úr leik. Hann er raunnið sko með manni undir hérna. Og þá eru allt í lagi fórna inn á móti
því að Sérstaklega þegar allt er að opnast núna bara. já, það hafa opnast, hann drepur hann drafði með riddara, já, sko annars myndi hann drepa hérna. Er gómsundurinn upp á spjörunni þín eða hvað? Já, hún var það þarna á tímabili. En svo fór ég svona fara þetta illa á semið. Semsafrun? Já. Ég fekk það dálítið svona, þurfti að læra á það, sko. Þessi maður hann á eftir að standa hérna alveg til enda skákurinnar. Já, það sýnir þetta þegar svona að þú ert ekkert að pæla í einhverju liði, skilur. Þú veist að Nei, það er nei. eins og sér svo reynd að ná einhverju liði tilbaka með að taka áður, en þú bara heldur áfram í sóknina og leikur B5, sko. Fyrstum að gæti þið móta eitthvað seinna kannski? Já, akkurat. Það er ekki að fókurinn hóður með Reykjavík. Já. Algjörlega. Nú fer að hingað. Og ég hingað. Þetta bara fyrir mér þetta peða, bara opna lína hérna. Fór ég hingað. Og hann vill náttúrulega fara í Drottningarkaup, sko. Þá draf bara hér. Það var ekki. Yes, það var að fara kaupin. Nei. Hvað segir þau? Já, já. Já, hann náttúrulega vildi ekkert fara að opna þetta. Nei, svona. það er að loka. Þetta er ekki rætt. Jú. Það er svolítið skemmtilega að begla hann með góngstæðan. Það er spurning hvað hann á að gera. Svona, Já. hann kaus nú að fara í skjól hérna, sko. Þetta, ég held að skipta engum máli. Þá var þessi að reyna að komast hérna út, sko. Þetta peða fyrir mér. Þessi riddur að hafa fyrir alltaf valdar, hún leikur ekki byssum böftum, hann var svona... Nei, það er eina gagnið á hann. Eina gagnið á honum. Ég get ekki að fara hingað. Það er drap. Og þá var ég hingað. Já, það má ekki drepa það að mát hérna, sko. Svo það fórist hingað, byrði hingað. Og nú er það bara leifist eins og A4 og C2. Fór að reyna að stoppa þetta. Já, bæði þetta og þessi. Það á ekki um einn leik. Svona. Nú held ég búinn að skrifa hérna, það var biðleikur hérna, sko. Gáði 36, 40 leikir segi. Hann ætlaði að leika hingað, en þá kemur það Dortmund bara 2. Þetta verður gaman að gera peðsmót. Þú ert ekki bara hróki og drókning undir. Hvað sagði veitastur þess að ská? Hann sagði bara ekki neitt. Hann gaf hérna, sko. Fór hann ekki bara heim í fósturstælinguna, ég held að...
Hann endur nú eitthvað að tefla þetta áfram sko, það var... Já, hann líkar okkur hátt fyrir stefnum drannagáttur, já. Þá kom bara þetta sko. Það var skákinn að fara í bíðarnæðingu og... Já, hann sko... Þetta er eiginlega beinleikur hérna. Það voru teltir sko 36 leikir á 2 tímum. Og hvað var til í daginn? Já, það sannlega verið morgunin eftir. Og svo drapa hérna. Svo ætti hann að drepa aftur. Það er hann díð. Já, 31. Þetta var það mót. Já, ekki búin að monta mig nóg. Það er skemmtilegt að það er íbreyta biskupinn sem er ofboðslega sterkur í þessu, en yfirleitt það tímum í Kóngsviði. Já, í Kóngsviði Já. Mjög sérstæður. En biskupinn hann alveg fram á baka. Þannig sem ég fór ég að hugsa svolítið sko svona sko virka menn og óvirka. Sko ef það er aðstæðingur marga óvirka menn, þá er allt í lagi að fórna einhverju sko, af því að mennirni halda áfram að vera óvirkir og komast ekki í vörnina. Það sem það er típist sýn ykkur einaskákan. Ég man ekki nákvæmlega hvernig Napóleon orðaði það, en hann sagði að vinna sigur þarf að vera á réttum stað og réttum tíma með fjölmennara lið. Sem sagt á þeim stað það sem að loka bataðinn fer fram. Það var kannski dálítið svipað þessu. Þetta er skák sem ég teldi við Bent Larsen 1978. Þannig að þú voru góða vélar og hvað það? Jó, þannig séð sko. Við vorum ágættir kunningjar og samt keppinautar. En þetta var telt í annar umferð Reykjavíkur skákmótsins þá 78 og ég með hvítt og Lassi með svart. Hann tefli alveg kínvörn, hann gerði það nú oft. Þetta er nú algengt afbrigði sko, en það sést nú sjaldan í dag held ég. Þetta sé nú orðið svolítið að menn er hræddir við að tefla. Ég fór hingað með riddarann. Þetta var nú algengt algengur leikmáti þá. Að vísu ef þeir munu 13. skákina í einvíginum milli Spaskis og Fischer og fór Spaski hingað með riddarinn D2. Þetta er mjög passív leikur, enda fekk hann fljótlega að vera í stöðu. Tapaði þeir skák? Tapaði, en það var gífurlega flókin og mikil skák. Þú taldi Fischer alveginn í Já. 1972? Í þessari skák, í 13. Það var eiginlega afgerandi skákinn í önginu. Því að fyrir þá skák þá var fyrst er hann með 2 vinninga í forskott
En Spassky hann byggði vinningsstöð í þessari skák og hefði átt að vinna. En hann glundraði því niður og þá var Bill orðið 3 vinningar og hann náði aldrei að brúa það. En líka merkjandi þeirri skák sko að hún fer í frí, mjög flottum stöðu, Spassky með fullt af aðstofnmönnum og Fischer kannski líka. Jó, það var nú aðstof, Lombardi. Og svo fyrir Kavalek líka. Hvað sér þau? Teltu það ekki? Nei. Þannig að stíl á hann svo eftir við. Já. Sko, Spassky hann gat náði jafntefli alveg undir lokin. Klúraði því, sko. Svo að tapa svoleið skák, þegar maður er með unni allan tíma og getur fengið jafntefli hvernig sem er, það bara brýtur maður líka bara niður andlegt. Það er rosalega þetta að halda áfram og vera eitthvað innvíð þá, sko. Var það eftir þessa skák sem að Rússarnir voru alltaf fram að vera eitthvað hulguð? Það var eitthvað það leyti. Ég man ekki nákvæmlega. En þeir voru nú ekki allir, sko, allir inn á því. Ég held að nei hafi farið. Hann trúði ekki að svona draugasögur. En hann... Ég er að skoða bækurnar núna, samt norsku og Já. þetta er svolítið einkenni á þeirra að þú leikur stundur, þetta er á 4 eða þetta er G5 snemma leiks Já. til að fára reykingu og þetta sóknastöðu. Já. Ég eyði leiki í að leika þetta H4, þetta G5 til að framkalla H6, sko. Og þá veikir það náttúrulega stöðuna hérna. Jú, það er á rétti öður. Ég fer bara fljótt yfir sögu. Hann ætlaði nú alltaf að skipta upp hérna, svo að ég kom í veg fyrir það. Nú ætlaði hann sko út í þetta og þvinga mig í uppskipti, sko. En ég vildi ekkert leyfa það og ég leik G4. Og nú er tvennt til að fara tilbaka eða drepa hér. Kannski verið svona ívið skárra að fara hingað, en ég hugsi að leiki hingað þá, svoleiðis að breytir í sjálfsögur ekki miklu, að hann drap hérna. Og ég kom þá með millileik hérna, hvort hann gaf 3. Sjáur alveg hvað ég meina. Ég hóta máti hérna. Og hann má ekki, það getur farið tilbaka, það bara drepa ég. Svo hann varð að hróka, þá drap ég hér. Og hann er nú reytan svona að halda þarna hvítu í skefjum með því að koma riddana þarna yfir. En nú fannst mér mennirni hjá voru svo þeir voru allir óvirkir hérna. Svo þess að mér fannst ég alveg geta fórnað einum. Ég bara fram átt að því svo sagði ráðan, svona óvirkir menn. Við bara að opna stöðuna þessu tóksmegin, sko. Nú hóttum við einfallega að drepa G6 og með biskup. Og þá verður svona óverjandi mát hérna. Svo hann árið að láta þennan mann í staðinn svona að reyna að blíðka goðinn. Fer hann svo aðeins að reyna að leita móti vegis hérna.
Þetta er þetta hérna lungin leikur. Þetta er svona lognið undan storminum. Þannig að ég þvinga mig til að fara hingað. Núna skilum að krókar á einn. Er það ekki? Núna sem staðan. Það fór að ætla að leika við spöktum og krókar G næst og... Og vindarinn og B6. Já. Þetta er þekkt í að líka slutna, en það er hræðilega reyktur á B6. Það er ástæðan fyrir sömu töfluna Það er frekar slæma stöður. Ég har alveg ekki búið að lítið spila í dag. Jú, ég held að frekar. Ég mun ekki eftir einni topplegu skák sko. Karlsson hjá maður aðeins til þetta í allskóknum. Já, það. Karlsson þetta er blitzskák gegn Sarkóðusum Fresseney. og kom sko riddari F6, E5 riddari G8 sko. Framkalla veikingu. Brúklinglabrið. Svo náttúrulega kemur sko D4, D5 og biskupin kemst á F5 og það er frakka og biskupin kemst út. Það meikar alltaf sko. Veitu, ég náði þess ekki alveg. Hvað er E4? E4 riddari F6, E5 og riddari G8 sko. Já, Framkalla frá veikingu. ég sé þetta í franskri var. Já. E4, E6, D4, D5, riddari C4, riddari F6, E5, riddari G8. Það til, já. Ég sé það og sá sem það var svart, hann vann með þetta. Það er allt hægt sko. Maður sem byrjaði, hversu mikið fylgist þú með skákheiminu í dag og ef svo, þú veist, er einhver sérstaklega skákmenn í dag sem þú augnast meira en aðrir? Bara tiltekið stíls og þess að það? Nei, maður verður alltaf að viðurkenna að Karlsson er ansi sterkur og hann mjög djúpur. Það er ekki bara hætti. Nei. Ég veit. Þetta er dálítið öðruvísi stíll núna heldur en hefur var. Dálítið svona, hann er svona minni meira á tölvurnar. Ég er mjög gaman að hafa með tjárn, ég er að spila mjög Já, aggressíft. Hvað er með tímamörk, já þess að þú veist, eftir að koma fram í 12 klukkurnar og viðbúta tími, þannig að það er skoðan það hér, það er eldað svona nostalgí og svona að það fyrir gamla daga að skáta fyrir tíu og svona. sko, það er eins og sko, menn núna þeir kynvaki sér við frekar að fara út í flækjur snemma í byrjun af því að það sé allt saman analýsera sko. Já, Hérna, Fischer hann sagði við mig að skáktölvan hefði drepið klassíska skák. sér það. Svo þess vegna vill hann taka þess að random skák. Þeir eru ekki stílfegnir þessir nýju skákmenn. Er ekki? Hver er það líkir? Já. Ég held að nútíma skák sem þú veist rosalega mikið að vera einhvern veginn svona krítískur sko. Að finna alltaf, einhvern hamar alltaf við járnið. Það er rosalega lítið svona pósastíla og eitthvað svona. Ég held að séu allir að reyna skilja virkilega hérna. Þetta er alltaf nudd. Hvað segir þið? Þetta er alltaf svona nudd. Já, sko. Já. Það fer alltaf eftir stöðunni. Þeir eru alltaf að reyna að vera svona. Alltaf aðeins með frumkvæði. Já. Alfa Zero gerir mjög gott með að menn er alltaf farin að fara einhverju peri fyrir einhver svona, fyrir hvað segir maður? Frumkvæði? Það er eins og það er það. Frumkvæði? Frumkvæði, já. Það er nú alltaf verið gert. Jafnvel mönnum sko. Ég hef þetta góð bara. Já.
Já, ég var ekki mikið í sambandi fyrstu árin, en það var svona, eftir að veiktist og var á spítalanum, sko, þá fór ég oft og heimsótt hann. Segir þú þá í bókina Garðars þetta, að þú var, skal vera einn af síðustu sem heimsótt hann? Já, ég var einn af þeim síðustu sem hann gúteraði. Já. Hann var eiginlega búinn að, hvað á að segja, gefa hinn upp á bátinn. Það var hann alltaf bara Kenja, sko. Það var synd eiginlega. Var ekkert þú og kannski einhver sem þú veist sem að þetta nefndi, þú náttúrulega varst að tefla ungum maður og þekkar hann og þeir sem var ekkert að reyna að koma vitinu fyrir hann. Jú, ég reyndi það. Það var bara eitthvað að kæra vekk. Hann sagði mér bara að ég skildi passa mig á þessum doktorum. Hvað kom til að ákveða að byrja að þróast korsina? Góð spurning. Því ég var beðinn um það. Já, hann bara, doktor Öfi, sko, hann var að hætta. Hún leist eitthvað vel á mig, þannig að ég get ekki útskýrt það, en að vissu leyti, sko, þá fannst mér mætti bæta kjör skákmanna almennt meira, sko, meira stuðning við bakið á þeim fjárhagslega og aðstæður mótum og slíkt. Svo að ég tók þetta, já, hvað að taka háskólanni. En svo fór það eins og það fór. Sérðu eftir því? Hvað sérðu? Sérðu eftir því? Nei, ég sjálf sér ekki. Og ég sé ekkert eftir því að ég tókst ekki að komast áfram í næstu kosningum. Hvað var það? Sólverðan eitthvað ósakað að úti? Já, ég var að reyna að hjálpa, sko, fjölskyldu Korsnæs. Já, kom spurning á hann á netinu, hvort að þetta kostnamál hafi verið erfiðasta málið þegar þú varst forseti? Já, tvímælalaust, sko. En það var sagt, þannig að ég sá það haft eftir Afurbakka að ég hafi gert þá það mistök að þegar ég frestaði einvíginu til að skora á það, að gefa þeim tíma til að leyfa fjölskylduna að fara úr landi, að þá hefði ég gert það mistök að láta ekki mótsaldarann að vita að þetta er bara ekki rétt. Það var þvert á móti að þeir komu til mín og sagði að þeir var komið alltaf svona eftir á með skipulagningu og allt slíkt og spurði hvort að ég geti frestað einnig og ég sagði það er bara mjög líklegt að ég geti það því að þetta er akkurat það sem ég var að hugsa sjálfur. Og svo verðum við bara að fara í smá leik, sko, þannig að þeir vissi ekkert um það að ég ætlaði að fresta því, sko. Þannig var hægt að semja við Rússana um það að einvígið byrjaði seinna, eitthvað 2 vikum seinna. En þetta var náttúrulega reynsla. Það var farið illa með kostningum. Já, sko, að vísu var hann alltaf tvöfaldur í skinnunum. Sko, hann notaði þetta með fjölskylduna til að þyrla upp moldviðri. Og hérna, svo ég sagði við Rússana að sko, það er ekki betra að bara sleppa fjölskylduna og vera laus við þessi læti. Og þeir segði það getur við ekki, þetta, maðurinn er landráðamaður. Og þetta. Og hérna, svo veit ég sko að Afurbakk segir að það hafi samt verið ætlanir hjá þeim að kjósa mig aftur
En á síðust stundu þá hafi komið boð að ofan að gera það ekki. Þú veist að stýrna ekki alveg persónulega. Það hefur allan að verið svo, já, allavega frá íþróttamála ráðherranum, Pálof. Það er Brezhnev. Þetta er Brezhnev tíma, já. Og þá, það var nú nýtt ár. Það var alltaf gett. Skilabóða niður. Það kom einhver runa þarna á eftir. Nei, ég held að það sé bara alveg svo að hann leikir bara á spítala og já, ég skildist það. Ég veit að Guðmundur hérna, G. Þórðarsson, hann ætlaði að hitta hann og hann ekki með honum hérna Gunnar Björnssoni. Já, já. Gunnar Björnsson, hann fór til Moskvu sko var það ekki sumarstileið? Það var í fyrra. Í fyrra? Það var fyrra. Og hann ætlaði að sko fá að heimsækja Spassky á spítala en þá var hann bara sagt að Spassky vildi það ekki. Og það var... Og svo frétti ég að núna sko, ég hitti hérna Reykjavík-mótið var, hvað hétt hann? Já, hann að Danir, Snís hann að Já, Dana, það ekki? Dana, já. Var varafórstu ekki. Jú. Svo ég held að hann sé bara sko alveg úr leik. Hann Spassky? Nei, hann er yngri en ég. Bráðum maður. Þetta er bara unglamp. Nei, þá þú ert að meina hann Afebæk. Hann er orðið 100 ára. Jæja, hafið þið bara... Jú, ekki bara... Það er gott að fara við. Það var bara reglulega ánægilegt að fá að koma hingað og spjalla við ykkur. En kannski sjáumst við aftur. Endilega. Þetta er... Hérna er með eiginhandar áritun frá Bronston. Það gaf mér þessa bók. Er þetta ekki ágætis bók líka svona fyrir menn sem hafa áhuga kóngsindra? Það var megin hans ráðum ég er með þess að þetta maður ekki byggðum að orðina. Ég keypti einu sinni nýlega fann ég rakst ég á, hvað heitir hún, 50 ljóðskákir. Já, það var gefið út þegar Bronston var hérna, hann átti 60 eitthvað. 60 sannlega. Já, alltaf sé ekki, ég átti ekki ámæli, hann var að Reykjavík-mótinu átti ámæli. Hann var hérna, það var keppast og þá. Jóhann, bróður hans. Jóhann Þórir. Já. Þessi hérna bók las ég alveg gegn til mikildar hana í gamla dag. Ég mætti líka undirbúinn. Nú? Það haldur nú fram að nóttina. Kemst ekki burtu? Ég hérna sko árið 2011 þá teltum við fjöltefli og þú hérna... Tellist þú fjöltefli? Nei, þú teltir hérna við mig og fleiri og þú áritaðir þessa bók sko. Já. Og hérna nú er ég komið tvær nýjar í safnið sko.
Þannig að mér hætti mjög gaman að fá áritin þetta. Og hvað ég skrifa? Já, það er bara Friðrik Ólafsson og ef þú vilt bæta einhverju við þá bara eins og þú vilt, sko. Ég var akkurat að fara í gegnum einhverja bækur á mig bara daginn og fann ég eina frá 2011 og ég kíkti inn í hana og bara, Friðrik? Já, ég menn, þetta var í Hörpu. Það var í Hörpu. Og hérna... Já, Friðrik, hvernig finnst þér þessi enska bók? Dánar með hana? Mér finnst þetta aldrei enskan svolítið svona... Það er svona norðmaður að skrifa ensku, sko. Hann hélt, sko, við vorum að tefna í Kragerø í Noregi og Øystein Brekke hélt, sko, fyrirlesturinn mitt þig, sko. Það var mjög stórleitt, sko. Mér fannst enskan svolítið styrð, svona, hér tala, nota svona ekki sko, svona fag ensku, skákensku. Já. Já, ég var með þennan hérna. Sjá. Veitu hvað það þig sem veist þig? Fyrirgefðu, má ég spyrja einu. Ert þú ekki einn eftir af þessum sem voru að skora réttinn að tefla við bókdýrninga? Ég held... Annar Er þetta að meina í Ásvaldabókunum? Já. Ég held að Pannó sé líka það. Pál Benko? Nei, Pannó. Óskar Pannó? Já, ég meina í... Nei, hann var ekki Ásvaldabókunum, nei. Ég held að það var alltaf stafnir. Já, nema þú? Já, nema ég. Já, mér sýnist það að séu gaman. Já. En það slæðingin... Þú ert lífsegur forðast. Jú, segur. Afbakinn og það bara ennþá að, ég held að hann sé ennþá búinn að skoða skák, sko, á 100 ára. Búa til eitthvað svona... Hann er alltaf, sko, svona study composer og hans framlega til, sko, endataflsfræða er náttúrulega, sko, svakar. Ef þú myndir kíkja á aðgangsbókina, þú myndir alveg læra það með núna líka. Ef þú er búið að bakka þetta upp með tölvum. Það var sagt að Keres hafi verið svo óheppinn í þessu móti. Hann átti að Það var ekki óbyrð á móti mér. Það slapp tapaða skák. Það skýður nú ýmislegt. Segi bara með skák. Með skákveði. Það er klassískt. Ég er svo eitthvað svo andlaust. Varstu í hérna miðbæðarskólanum sem krakki? Nei. Nei, ég nefnilega tók eftir því, sko, að með alveg sömu skrift og hérna afi. Nú, hvað er það þitt? Hann var í miðbæðarskólanum, held ég að Hétt Þórður Sævar, hann fæddist 34. Nei, ég var fyrst í Austurbæjar, svo Laugarnes. Mjög gaman að vera á þessum fundi og heyra þig. Það bara verst að ég var eitthvað hás eitthvað. Já, þessi með. Það var eitthvað meira. Já, og þessi líka. Það var styrnið það. Já, þessu bóku þegar áreitaði bróðir þetta. Þér og Helga Ólafs. Já, þyrfti maður að bæta Helga við. Það var heimsóttir Helga bara. Já, Helgi. Það er fara árið. Kasparov var eitthvað með einhvern bækur. Og hann hafði ekki séð þessar bækur í áratug. Já. Þetta var
er ekki þessi stóru frægu. Takk alveg fyrir Svo. Það er hérna saman bókarinn. Það er ekki afgræða þeir bara eins. Hvað er þetta? Jú, það er alveg ljómandi. Það er svona bara dagsýningin og mest ákvæðið er alveg ljómandi. Það er nú komið penni. Já, ég er nú með. Ég